pabbi, hobbykallið sem hann þá ákvað hann að fara að prófa þessu svona áfram, ekki með neitt að leiðarljósi. Já, síðan ég var 17 ára gamall, þá hef ég alltaf haft svona metnað fyrir að gera eitthvað sjálfur og hef verið að leita og skoða og reynt að fá okkur góða hugmyndir. En partur af því til dæmis að ég keypti mér kandílósvél þegar ég var 17 ára gamall, flutti hann inn frá Póllandi. Svo það ekki fyrir en að ég og pabbi förum út til London 2016 og þá förum við á kanilsnúðastað sem gerði þessu út að vera kanilsnúðastaður og bakað á staðnum og ógeðslega fest. Og pabbi, hobbykallið sem hann þá ákvað hann að fara að prófa þessu svona áfram, ekki með neitt að leiðarljósi. Við vorum ekki farin að pæla í neinum svona pælingum eins og það þróaðist út í. En þetta fór alltaf svona einu skrifu lengra og svo fórum við að gefa þetta í veislur. Þá var fólk var bara komin í frábæra viðtökur, svo einn bara sem þið getið selt þetta og þá vorum við bara heyrðu, já, við getum kannski selt þetta. Þegar kemur að gera þetta sjálfur þá veit maður ekki neitt. Og það það sem þú getur undirbúið með einhverju svona vitneskju en þegar kemur að því að rúlla af stað þá þetta bara að taka skref. En það sem við komum með mest á óvart af öllu í öllu þessu ferli bara viðbrögðin eftir við opnum. Það bara fólk að koma bara hvaðan af, bara til að smakka snúðana. Fólk að segja, já, heyrðu, ég bara koma beint úr Kópavogi, Hafnarfirði, Grindavík, bara beint hingað til að fá snúða hjá þér. Eitthvað sem okkur fannst að vera algjört brjálæði til að byrja með að ná að framkvæma eitthvað svona og sitja með þetta í hausnum í svona ógeðslega langan tíma og vita aldrei hvernig viðbrögðin verða. Heldur taka bara skrefið. Það kenndi mér eiginlega bara svolítið þá nálgun í lífinu bara að vera ekkert að velta svo mikið upp í hlutunum og bara ef þið langar virkilega að prófa eitthvað þá bara tekur þú skrefið. Og það svona það sem ég myndi taka úr þessu öllu saman bara að taka skrefið og sjá hvað gerist.